Ágætu bæjarfulltrúar og gestir, leið og ég óska ykkur gleðilegs árs, þá segi ég hér með 688. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar, haldinn í Stapa Hljómahöll 7. janúar 2025, klukkan 17:00 settan. Og viðstaddir eru bæjarfulltrúarnir Alexander Ragnarsson, Díana Hilmarsdóttir, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir sem jafnframt bæjarstjóri, Helga Jóhanna Oddsdóttir, Hjörtur Magnús Guðbjörnsson, Margrét Sanders, Margrét Þórarinsdóttir, Sigurrós Antonsdóttir, Sverrir Bergmann Magnússon, Valgerður Björk Pálsdóttir og sá sem stendur hér í forsæti Bjarni Páll Tryggvason. Að auki situr fundinn Íris Eysteinsdóttir ritari. Á dagskrá fundarins eru 6 mál. Þau eru fundagerðir bæjarráðs frá 19. desember 2024 og öðrum janúar 2025, fundagerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 19. desember, fundagerð menningar- og þjónusturáðs frá 16. desember, fundagerð lýðheilsuráðs frá 17. desember, fundagerð sjálfbærniráðs frá 18. desember og að lokum 7. mál sem fundagerð stjórnar Eignarsjóðs frá 19. desember 2024. Og við göngum til dagskrár og tökum fyrir fyrsta mál sem eru fundagerðir bæjarráðs frá 19. desember og öðrum janúar síðastlinnum. Orðið laust. Það enginn sem hefur óskað eftir orðinu og við göngum því til atkvæðagreiðslu. Þau sem samþykkt geta fyrsta mál fundarins eru vinsamlegast beðin að gefa merki. Það samþykkt 11:0. Næst tökum við fyrir annað mál sem fundagerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 19. desember síðastlinnum. Í þeirri fundagerð eru nokkur mál sem þarf að taka til sérstakrar umræðu og samþykktar áður en fundagerðin í heild sinni verður tekin til umræðu. Það fyrsta er 8. mál fundagerðarinnar, Heiðahvammur 10, færanlegar kennslustofur og orðið laust. Þau sem geta samþykkt 8. mál vinsamlegast gefa merki. Samþykkt 11:0. 9. mál fundagerðarinnar er einnig til sérstakrar umræðu en það ber yfirskriftina Valhallarbraut 761, orðið laust. Það var engin óskað eftir að taka til máls og við göngum því til atkvæðagreiðslu þar sem samþykkt geta 9. mál gefið merki. Það er samþykkt 11:0. Og það er þá 10. mál fundagerðarinnar, Ásbrú til framtíðar, rammalhuti aðalskipulags, orðið laust. Þau sem samþykkt geta 10. mál vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt 11:0. 11. mál fundagerðarinnar er nú til umræðu og atkvæðagreiðslu, tengivirki Fitjum og vörn á Ásbrú, framkvæmdaleyfi, orðið laust. Það var engin óskað eftir að taka til máls. Þau sem samþykkt geta 11. mál vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt 11:0. Og lokum er það 12. mál fundagerðarinnar, Fitjabraut 4 og orðið laust. Bæjarfulltrúar sem samþykkt geta 11. mál vinsamlegast gefið merki. Og 11. mál er samþykkt 11:0. Og þá gef ég orðið laust fundagerðina í heild sinni. Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir og þið sem heima sitið, gleðilegt ár. Það eru 3 mál sem að ég vil vekja athygli á eða vil ræða sem að eru í þessari fundagerð. Og það fyrsta er 3. mál, að það er að ræða ásendar deiluskipulagsdrög Arkís. Það er varðandi skipulag fyrir ásenda á Ásbrú og ég ætla ekki að fara neitt yfir það mál. En það vakti athygli okkar að þar kemur fram erindi frestað þar til stefna Reykjanesbæjar starfsmannaíbúðir hefur verið samþykkt. Nú er þessi stefna búin að fara á milli Pontíusar og Pílatusar og mjög skipta skoðunum þessa stefnu. Og alls ekki einhugur og það er eiginlega
hefur ekkert að gera með pólitík. Þetta bara almennt hefur fólk miklar skoðanir á þessari stefnu. Og það var sagt í rauninni þarna að það ætti að vinna þetta áfram eða skipulagsfulltrúi myndi vinna. Nei, fyrirgefið, það var næsta mál síðan að tala Þarna þetta bara samþykkt þannig að því að frestað þar til stefna Reykjanesbæjar starfsmannaíbúðar hefur verið samþykkt. Og spurning mín bara hreinlega þarna, hver að vinna stefnunni? Það skipulagsfulltrúi áfram? Þetta búið að fara fyrir nefndir og sumir segja bara að það eigi ekki að vera stefna og aðrir segja að það þarf að gera allt upp á nýtt og hvaða skoðun höfum við, pólitísku fulltrúarnir í nefndum eða í bæjarstjórn og hver ber ábyrgð á framhaldsvinnunni, hver að vinna með þetta? Þú veist, þarf algjörlega að kasta plagginu og byrja upp á nýtt, þú veist, af því að það verið að fresta einhverju erindi þarna út af þessum starfsmannaíbúðum en það óljóst eða það virkar óljóst hvar málið statt. Þannig að það mjög mikilvægt að við vitum hver ber ábyrgð á framhaldsvinnu. Næsta mál sem ég langar að nefna mál 7, smáhús í Reykjanesbæ og verið að vinna að staðavali. Búið að samþykkja að setja smáhúsi niður og nú vinna við að finna stað og það samráðshópur að vinna við það og skipulagsfulltrúi falið að vinna áfram í málinu með samráðshópi smáhús heimilislausra og ekkert ákveðið í þessum efnum. Það sem að okkur langar til þess að koma fram með og að það að í hugmyndunum minni mig 6 hugmyndir og það 2 sem ég vil nefna sérstaklega. Annar staðurinn sem nefndur þarna af þessum, eða einn af valmöguleikunum sem að þarna eða hugmyndum fyrirgefiði, það staðarval við Bolafót í Njarðvík. Það sagt að þetta sé ekki nálægt íbúabyggð, að þetta sé, og því að það skilgreint, það eftir þá nefni ég annan stað sem sagt að sé nálægt íbúabyggð, en það svipuð vegalengd þar á milli. Það reyndar þarna frystihús á milli eða atvinnuhúsnæði þarna á milli, en við skulum aðeins staldra við þarna því að það rétt þarna við helsta útivistarparadís ytri Njarðvíkurhverfis. Þetta nálægt íbúabyggð en ég hef sérstakar áhyggjur af þarna börn að leik mjög mikið. Það sleðarennubrautir þarna og það ég hef mikið verið að ganga og verið að rölta þarna og þetta gríðarlega mikið nota sem útivistarsvæði. Þannig að ég bara að nefna þetta því það ekkert búið að ákveða að ég tel að við verðum að vanda vel þegar þarna við erum ekki að fara að setja þetta einhvers staðar niður þar sem við vitum fyrirfram að það verður mikil andstaða. Hitt Keflavíkurborgir, þar sagt í þessum hugmyndum að þetta sé nálægt íbúabyggð og þarna langar okkur til þess að vekja kannski athygli á að ég man ekki betur en að það sé verið að vinna að deiliskipulagi þarna. Það búið að vera að tala framtíða byggingaland. Keflavíkurborgirnar einn hluti þar og þannig að þetta gæti orðið alveg vandræðabarn yfir þarna. Sko. Ég allan að sé ekki alveg að við getum sett það niður þar. Að öðru leyti sýnist mér þetta vera nokkuð vel valið og þetta vel sett upp, góðar hugmyndir og vel sett fram. En það bara að halda áfram vinnunni. Þannig að ég treysti algjörlega samráðshópnum og skipulagsfulltrúa að vinna þetta áfram og gera vel. En þetta okkar ábendingar. Varðandi 13. mál. Það var svo skemmtilegt varðandi Reykjanesbrautina og þessa tvöföldun eða þessa 200 Reykjanesbrautar fyrir ofan og þá það annarkvort verið að tala mislæg gatnamót eða göng og alls konar. Það var gríðarlega ánægjulegt á bæjarstjórnarfundi þegar þetta mál var síðast kom fram að það var algjör eining og sameiginleg bókun þar sem að við lögðum hana saman fram og skrifum öll undir. Það sem að mér fannst eiginlega best í þeirri bókun og ætla ekki einu svona eigna mér það, ég held að þetta hef bara verið svona sameiginleg hugmynd okkar allra,
að það var að taka undir með þar sem að umhverfis- og skipulagsráð hefur verið talað að mikilvægt sé að leita til ráðgjafar hjá óháðum aðila til að leggja frekari mat á valkostagreininguna með hagsmuni Reykjanesbæjar að leiðarljósi. Þetta er risamál. Við erum búin að liggja, ég lá yfir þessum teikningum og ég er bara með í maganum yfir þessu. Í fyrsta lagi þá veit ég ekki alveg hvað var samþykkt í umhverfis- og skipulagsráði að því að gögnin einhvern veginn með öllum hugmyndunum. En í umræðu þegar við vorum að undirbúa okkur, þá er verið að tala um að það sé verið að samþykkja sem búið að breyta valkosti 6 og þetta sé valkosti 6, en það er ekki augljóst miðað við gögnin sem liggja fyrir. Þannig að við þurfum auðvitað að vita hvað er verið að samþykkja þarna. Og við leggjum gríðarlega áherslu á að áður en þetta fer áfram, því ég veit að menn eru að reyna að flýta þessu, en mánuður eða 2 til að frá þessu mikilvæga máli er að mínu mati gríðarlega mikilvægt og ég myndi vilja sjá utanaðkomandi aðila fara yfir þetta áður. Bara að horfa á þetta að þá sýnist mér aftur hvaða tillaga er verið að samþykkja. Þá sýnist mér verið að búa að loka Grænásnum nema að það er komin einhver undirgöng svo á það að fara á einhvern milliveg. Þjóðbrautin, hún er alveg lokuð en það á að fara þarna í eitthvað mislægt gatnamót sem er á milli Grænás og þjóðbrautar og þá á einhver millivegur að koma þar og þá erum við að segja að þessi 400 íbúa kjarni sem er hérna við Hlíðarhverfið nýja og allt hitt hverfið sem er að byggja og fólk er ekki flutt inn í og Fjölbrautaskólinn og allt hitt hverfið og Reykjaneshöllin, þetta er allt að keyra þjóðbrautina og þá það að keyra þessar brautarnir til Hlíðar. Ég treysti mér ekki til þess að segja hvort þetta sé ómöguleg tillaga en ég myndi vilja að þetta er skoða gríðarlega vel af því að þetta er rosalega umferðarþungur kafli og þarna verður þá væntanlega að vera þessi bara sérstök braut sem væntanlega Reykjanesbær þarf að byggja en ekki Vegagerðin. Ég sem þurfa að vera tvöfalt. Ég held þetta springi algjörlega leið. Þannig að þetta þarf bara að skoða og ég er alveg með opinn huga og aftur fagna því að við erum sammála mikið þessa efnis og ég einhvern veginn myndi vilja sjá aftur að leggja áherslu á utanaðkomandi ráðgjafa og við viljum sitja hjá í þessu máli núna, ekki setja þetta frá okkur strax. Við viljum skoða þetta aðeins betur og gott að heyra í ykkur hvað ykkur finnst með það. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Margrét, orðið er laust. Halldóra Fríða, gjörðu svo vel. Já, virðulegi forseti, kannski bara til þess að koma inn á þessar, af því mér fannst þetta vera svona nokkuð veginn fyrirspurnir frá bæjarfulltrúa Margréti Sanders að koma inn á það sem að hefur verið unnið áfram með það og þetta hefur líka margt að þessu verið til umfjöllunar á fundum með sviðsstjórum. Kannski það fyrsta sem bæjarfulltrúa Margrét kom inn á sem er vísun í stefnu starfsmannaíbúðir að sú stefna hefur eins og bæjarfulltrúi Margrét kom réttilega inn á hér farið í vinnslu hjá nefndum og ráðum sveitarfélagsins og síðast var hún tekin til umfjöllunar hjá stjórn Eignasjóðs núna í lok nóvember og þar var formanni falið að taka saman athugasemdir og koma til umhverfis- og skipulagsráðs og þá skipulagsfulltrúa sem að þau halda utan þetta og við fengum málið frá þeim til okkar meðal annars í bæjarráði og ég reikna með að ferli sé bara það sama og í öðrum umsagnarmálum að athugasemdir verða teknar saman og gerða verða breytingar sem að tekið verið tillit til þeirra tillagna sem þaðan koma og svo fáum við þetta væntanlega bara til okkar aftur. Þannig að það kannski það sem hægt er að segja það mál. Varðandi smáhúsin þá tek ég líka bara undir það að það er gott að samráðshópurinn taki málið líka bara til umfjöllunar og það má alveg spyrja sig að því hvort að við hefðum ekki bara átt að fá málið til okkar bara þegar að þau eru öll búin að funda og koma sér saman einhverja eina tillögu þannig að við kannski bara komum því líka á framfæri að
að þau haldi bara áfram að vinna í þessu máli af því að það er mjög svona þverfaglegur hópur og við fáum það þá bara til okkar til þess að taka afstöðu til. Síðan hvað var það Reykjanesbrautina og þennan loka áfanga á tvöföldun hennar, þá er þetta búið að vera auðvitað líka lengi í vinnslu hjá okkur og við höfum verið að reyna að leggja það áherslu við séum að tryggja hagsmuni sveitarfélagsins og tengingar hingað niður eftir til okkar, ekki að það sé bara ein leið beint upp í flugstöð fram hjá sveitarfélaginu og það var niðurstaðan í þessum valkosti 6 sem þarna var sannarlega hann skoraði hæst og á þessum fundi þá var úrskurðað að samþykkja þá tillögu framkomna en hún hefur verið unnin með umferðarsérfræðingum og við höfum lagt á það áherslu við bættum við fólki inn í þessa samráðshópa sem hafa verið að tala okkar máli og eftir því sem ég best veit og eftir samtali á sviðsstjórafundi í morgun að þá voru þar á síðasta fundi fulltrúar hafnarinnar frá umhverfis- og framkvæmdasviði og formaður umhverfis- og skipulagsráðs, það er Halldór hafnarstjóri fór fyrir hönd þeirra og Guðlaugur Sigurjónsson sviðsstjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs og formaður umhverfis- og skipulagsráðs og þar voru allir gengu sáttir frá því borði og með það fyrir augum einmitt af því að sviðsstjóra hafi verið falið að fá ráðgjafa til þess að rýna svo þessa tillögu. Þannig að það allavega eftir því sem við best vitum þá eru allir orðnir sáttir við hana og hún tengir okkar helstu, eða er með okkar helstu tengingum þarna inni og það stóð til að skoða tenginguna við Grænásinn svo því sé þannig að bara að Grænásinn er skoðaður sérstaklega í þessu tilliti og til þess að tryggja það að okkar hagsmuni sé að þeir séu hafið þarna leiðarljósi. Þannig að þarna hafa komið að mikið af starfsfólki okkar og kjörnir fulltrúar og ég held allavega að við höfum verið að vanda okkur eins vel og við mögulega gátum og ég segi líka eins og bæjarfulltrúa Margrét að ég er ekki sérfræðingur í umferðarmálum en treysti að þeir sem er að vinna þar fyrir okkur séu að hugsa þetta út frá mesta öryggi en líka út frá hagkvæmni og að tengingar okkar séu þarna tryggðar. Takk fyrir. Orðið er laust fundargerð umhverfis- og skipulagssviðs. Alexander Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestur. Ég kem hér undir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs og þetta er mál 13 í maður þar ég. Það sem mér langar aðeins til þess að spurja því nú var bætt inn í þennan hóp 2 aðilum og svona eftir því sem ég best veit hafa þeir eingöngu fundað einu sinni. Er þessi samþykkt hjá umhverfis- og skipulagsráði, erum við þá að tala um þetta sé bara endanlegt eða mun þessi hópur vinna eitthvað frekar að þessu? Er þetta bara endanleg ákvörðun? Því ég er ekki alveg viss allir séu á þeirri línu að þetta eigi að vera alveg endanleg ákvörðun. Allavega svona það sem ég heyri að þá erum menn að tala um að það menn eigi eftir að koma að einhverjum breytingum ef mönnum líkar ekki þessi niðurstaða og hún er ekki að henta okkur eins og okkur mörgum finnst og við séum ekki að gera okkur út sem einhverja umferðarsérfræðinga þá búum við hérna og vitum hvernig vegakerfið virkar. Þannig að það er eiginlega svona mín spurning er þetta endanlegt eða erum við að fara að vinna þetta eitthvað áfram með vegagerðinni? Takk fyrir. Takk fyrir. Og orðið er laust fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs. Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðu gestir. Ég var bara velti fyrir mér að þetta með utanaðkomandi ráðgjafana því að við lögðum mjög mikla áherslu á það að eitt er að fá þessa 2 aðila inn sem var flott og ég held að það yrði farið í einhver almennilega vinnu
það eru búið að vera að ræða við umhverfissérfræðinga, umferðarsérfræðinga heita þeir, þar sem að búið að vera að taka ákveði álagspunktar og svona, á hvaða tímum eru þeir að gera það, búið að taka hann í heildarmyndina þar sem að þarna nýju hverfin sem að rísa hér og þar, við erum að samþykkja fundagerð umhverfis- og skipulagsráðs þar sem við sjáum bara gríðarlega stækkun á Ásbrúarhverfinu og það fer ekkit allt, það fer hluta til þarna niður á þennan kafla og síðan þetta að það mikill áhugi fyrir að halda áfram niður Grænásinn til umferðar vegna þungaflutningatækja við höfnina og þess vegna það sem að Vegagerðin hefur í rauninni reiknað með að það verði ekki gert en við höfum verið að segja að það verður eiginlega að vera til þess að minnka trafíkina um Njarðarbrautina. Það alls konar svona hlutir og þess vegna finnst mér svo óþægilegt. Mér finnst við vera sett í óþægilega stöðu ef að fulltrúar okkar að segja já og svo breytum við eftir á. Ég bara veit alveg hvernig Vegagerðin hefur unnið hingað til. Ef við erum að samþykkja þetta formulega í bæjarstjórn, þá óþægilegt að vera að samþykkja eitthvað sem við erum ekki sannfærð að sé endilega rétt. Þannig að ég skil ekki af hverju við getum ekki fengið bara niðurstöðu umferðarsérfræðings sem getur sagt meðal annars, ég nú vona að það sé einhvers konar sérfræðingar sem koma svona frekar heldur en fyrir utan okkar góða fólk, sem getur bara sagt okkur, þetta verður ekkert mál. Við erum ekkert að eyðileggja neitt, við erum ekkert að búa til teppur eða neitt svona, þetta bara mjög góður valkostur og við skulum bara samþykkja þetta svona. Ef þetta bara verið að samþykkja þetta til þess að flýta ferlinu og svo ætlum við að breyta því eftir á, ég hef áhyggjur af því. En ég vildi bara koma því að framfæri, þess vegna það sem okkur langar til að sitja bara hjá núna og bara segja fáum utanaðkomandi sérfræðinga. Við viljum ekki fara að búa til eitthvað pólitískt upplöp með þessu, við erum bara að biðja að við vendum okkur við þessu. Ja. Og þá við erum búin að vanda okkur mikið að búa að lengja þessu, en við erum samt ekki komið með ásættanlega niðurstöðu okkar mati. Takk fyrir. Ég hef nú skilið þetta mál sem til umræðu eins og með Reykjanesbrautina að við erum að hafa verið að setja valkost í umhverfismat. Það hefst náttúrulega ákveðisferli í skipulagi sem að krefst gríðarlega mikil samráðs við fullt af hagaalum og áframheldur samráðan og þvílíkt. Þannig að þetta ekki endanlega ákvörðun þó svo ég held að sé alveg satt sem að sé alveg rétt sem kemur fram í umræðinu líka að þarna verið að marka ákveðna leið sem að mun móta málið svolítið til framtíðar en það ekki endanlega í hlutin. Þetta á eftir að klára síðan skipulagsmálin í kringum þetta eins og væntanlega einhverjum deiliskipulagstillögum og annað þvílíkt sem að munu þurfa að liggja fyrir líka. Þannig við erum ekki að setja punktinn átt af þetta eins og ég skil það. Orðið áfram laust fundagerðir umhverfis- og skipulagsráðs. Það var engin fleiri sem hafa óskað eftir að taka til máls. Ég skil rétt að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins ætla að sitja hjá í 13. máli. Og öðrum kosti fyrir utan þann lið þá að þessi samþykkt geta fundagerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 7. desember frá 19. desember síðastliðnum eins og að gefa merki. Já, í heild sinni, já. Og það bókað að þau sitja hjá í 13. Já. Herðu, og fundagerðin í heild sinni svo samþykkt þá 11:0. Þriðja mál á dagskrá fundarins fundagerð menningar- og þjónusturáðs frá 16. desember síðastliðnum, orðið laust. Sverrir Bergmann, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og aðrir áheyrendur, kemur upp undir 60. fundargerð menningar- og þjónusturáðs frá 16. desember síðastliðnum og ætla ég að draga þar stuttlega fram 2 mál. En það 4. mál jólahús og jólafyrirtæki Reykjanesbæjar. Mig langar nota tækifærið og óska jólahúsi og jólafyrirtæki Reykjanesbæjar 2024 innilega til hamingju með viðurkenninguna. En jólahús Reykjanesbæjar 2024 var Gónhóll 11 og jólafyrirtæki Reykjanesbæjar 2024 var Bílakjarninn. Nú svo 5. mál, 13. 2025, en jólin voru gött með glæsilegri dagskrá í gærkvöldi, þar sem að Grýla tók á móti mannskapnum. Álfar hófu upp raust sína og allskins kynjaverur voru á vappi.
Nú Kallakór Keflavíkur, Kvennakór Suðurnesja, Leikfélag Keflavíkur, Skátafélagi Heiðabúar og Lúðrasveit tónlistarskóla Reykjanesbæjar tóku þátt í dagskráni sem endaði svo með glæsilegri flugveldarsýningu frá björgunarsveitinni Suðurnes. Nú ekki var hægt að kveikja á brennunni í ár vegna óhagstæðra vinda sem að vonandi blása betur að ári. Fleira var það nú ekki. Takk fyrir. Orðið er laust fundargerð menningar og þjónusturáðs. Það er ekki fleiri sem að óska eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkt geta fundargerð menningar og þjónusturáðs vinsæla skeiði merki. Fundargerðin er samþykkt 11:0. Næsta dagskrá er fundargerð lýðheilsuráðs frá 17. desember 2024. Orðið er laust. Helga Jóhanna, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðra gestir. Ég kem hérna upp undir lið 3. Ég ætla að biðja forseta að leiðrétta mig ef að það er ekki umfjöllun lýðheilsukönnun á meðal ungmenna. Já, lið 2, takk. Kem hérna upp undir lið 2 í fundargerð lýðheilsuráðs þar sem að við erum að skoða niðurstöður lýðheilsukönnunar á meðal ungmenna á Íslandi. Og ég verð að segja það að við lesturinn og þessa yfirferð að þá fallast mér pínlítið hendur og ég velti því fyrir mér hvað sé til ráða. Við erum í íþróttabænum Reykjanesbæ að sjá að það segir réttilega í fundargerð lýðheilsuráðs að það séu vissulega blikur á lofti og við viljum gjarnan stæra okkur af því að hlúa vel að okkar börnum og ungmennum hér í sveitarfélaginu og að við búum við gott skólakerfi og fjölskylduvænt samfélag. Engu að síður er það þannig að börnin okkar í Reykjanesbæ þau svara því til að samanborið við börn á öðrum landsvæðum þá líður þeim verr, þeim gengur verr, hafa orðið meira fyrir kynferðislegu áreiti, þau nota nikótínvörur í meira mæli, fleiri segjast hafa notað eiturlyf, þau æfa minna íþróttir, hópíþróttir og þau fara minna í félagsmiðstöðvar. Ég verð að segja það að þetta kom mér verulega óvart og hryggir mig. Við erum að tala um könnun á meðal barna á aldrinum 9 til 16 ára og það er ljóst að við sem bæjarstjórn og bara þegnar í þessu samfélagi megum ekki sofna á verðinum. Sama hvaða áskorunum við erum að mæta á hverjum tíma, við megum ekki sofna á verðinum. Og ég vildi bara vekja athygli á þessu nú þegar við erum nýbúin að samþykkja, eða þegar meirihluti er nýbúin að samþykkja fjárhagsáætlun sem að við sátum hjá, að þarna er fórnarkostnaður og þetta er fórnarkostnaður til framtíðar. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Helga. Orðið er laust fundargerð lýðheilsuráðs frá 17. desember síðastliðnum. Halldóra Fríða, gjörðu svo vel. Já, virðulegi forseti, það er alltaf mjög gott fyrir okkur sem samfélag að fá niðurstöður, hvort sem það hafi verið eins og áður frá rannsóknum og greiningu eða hvort það er þessi íslenska æskulýðsrannsóknin og ég held að við ættum bara að fá frekari kynningu á þessu niðurstöðum af því að það er alveg rétt eins og bæjarfulltrúi fór hér yfir að það er margt sem við getum gert betur en mér finnst líka mikilvægt að við munum það er margt sem er líka gott hjá okkur og margt sem við erum að gera vel og það er margt sem er jákvætt hjá börnum, ungmennum í Reykjanesbæ. Og það er ekki síður mikilvægt að taka það líka fram að upplifa það ekki að það sé allt ómögulegt heldur eru tækifæri til þess að gera betur og við þurfum bara að hjálpast að við að gera það. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Helga Jóhanna, gjörðu svo vel.
Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég er hjartanlega sammála bæjarfulltrúa Halldóru Fríðu. Það er vissulega mjög margt gert í Reykjanesbæ. Það er hins vegar þannig í málefnum sem þessum að ef að öll þau góðu verkefni sem við erum að stuðla að og öll svo góða vinna sem okkar fólk er að vinna er ekki að skila sér samanborið við höfum ekkert annað en samanburð við aðra hópa í landinu eða sem sagt þennan aldurshóp í landinu og þar erum við ekki að koma vel út. Þannig að ég vil bara brýna það og hef kannski verið svolítið þekkt fyrir það að vera að segja við getum ekki stungið höfuðin í sandinn. Við eigum ekki að hræðast að tala hluti sem að við þurfum að hafa athyglina á og það var í rauninni erindi mitt hérna upp. Við megum ekkert einhvern veginn blása þessu svona það eru blikur á lofti, við erum að gera margt annað svo vel. Það er það sem ég er að tala um. Þetta eru börnin okkar, þetta er okkar dýrmætasta eign, þetta er framtíðin og þarna liggur fórnarkostnaðurinn. Takk. Takk fyrir. Orðið laust fundargerð lýðheilsuráðs. Það er ekki fleiri sem hafa óskað eftir að taka til máls og við göngum til atkvæðagreiðslu fundargerðina. Þeir sem samþykkt geta, vinsamlegast skrifið merki. Fundargerðin samþykkt 11:0. Fundargerð sjálfbærniráðs frá 18. desember er næsta mál á dagskrá og orðið laust. Það er engin óskað eftir að taka til máls og við göngum því til atkvæðagreiðslu fundargerð sjálfbærniráðs. Þau sem samþykkt geta fundargerðina vinsamlegast skrifið merki. Fundargerðin er samþykkt 11:0. Sjötta og síðasta mál fundarins er fundargerð stjórnar Eignasjóðs frá 19. desember síðastliðnum. Orðið er laust. Það var engin óskað eftir að taka til máls. Þau sem samþykkt geta fundargerð stjórnar Eignasjóðs frá 19. desember vinsamlegast skrifið merki. Og fundargerðin er samþykkt 11:0. Og þá er mælendaskrá tæmd og það er ekki fleira sem er á dagskrá þessa fundar. Og nú eru fundargerðin yfirlesin og undirrituð rafrænt í samræmi við fundarsköp bæjarstjórnar og ég segi hér með 688. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar slitið.